Þetta byggir svolítið á þessum rauninni þrem stofum. Þetta rauninni 50-50 náttúruvísinda og hönnun og getum svo sett rauninni mannin með þar inn í. Þar sem við erum að þjálfa nemendur í það að nýta náttúruna í það að hanna umhverfi mannsins utandyra þá. Og nú það sem líka stefnan okkar í þessu að markmið að byggja undir sjálfbæru markmið Sameinuðu þjóðanna. Það heilsa og vellíðan og hreint vatn og hreinlætisaðstaða og það sjálfbærni í borgum og þéttbýli og nýsköpun og uppbygging og það líka bara umhverfisverndun og það líf í vatni og líf á landi og öll þessi markmið við svona að byggjum okkar nám á og þetta líka stórt og mikilvægt í stefnu Landbúnaðarháskólans núna og við höfum þetta í náminu okkar. En annars þá námið byggt á svona hryggsúlu sem hönnunar áfangar sem 10-12 einingar og þannig nemendur með svona raunverulega verkefni bæði að byrja því að hanna í litlum skala bara einkagarðinn og svo alveg upp í stór verkefni eins og mannvirki í landslagi. Og það getum við nefnt vegi og snjóflóðavarnir og svo þau aftur á móti líka í svona hönnunartengdum fögum þar sem með myndlistamann sem lektor hjá okkur, Helena Guttormsdóttir og það rýmismyndun og það skoða áhrif lita og bara beint í svona hönnuninni. Það náttúrulega 50% líka af þessu í rauninni í fæðinu, landslagsarkitektúr. Nú svo þurfum við að kunna tæknina og þar við að kenna á AutoCAD sem svona tekniforrit. Við erum að byrja með það, við höfum haft MicroStation áður og Adobe pakkan, Illustrator, Photoshop og InDesign. Þannig að þau nýti tæknina til að koma hugmyndunum sínum á framfæri. Þurfum að hafa einhverja, og bæði náttúrulega líka vera duglega að skissa, við leggjum mikið upp á því líka. Að þá leggjum við mikið upp á því, við erum með góðan vinnusal á Hvanneyri í skólanum hjá okkur og við leggjum mikið upp úr sjálfstæðri vinnu nemenda og þau líka að vinna í hópum, að þau geta unnið í hópavinnum og svo það líka kynningar, að þau geti staðið upp og kynnt sín verkefni og það gerum við reglulega og þannig líka að þau geti rökstutt og gert allt, á faglegan hátt, rökstutt verkefnin og geta fengið gagnrýni og tekið á móti því og unnið þannig að þú fáir gott verkefni. Við tengjumst í rauninni atvinnulífinu má segja þannig að við fáum gestafyrirlesara til okkar úr atvinnulífinu og við reynum að vera duglega að fá þá með okkur inn og reynum þá jafnvel að hafa þá fyrirlesara, opna fyrirlesara, þannig að allir geta komið og þá erum við að fá bara landslagsarkitekta frá stofum og arkitekta og bara ýmiss konar greinar, skrúðgarðyrkjufræðina og við erum með lækna meira sem koma af því að við erum að huga lýðheilsu fólks sem þá að kenna hvað umhverfi getur haft áhrif á fólk, hvernig það getur haft áhrif. Nú, svo líka nemendur að fara í verknám á sumrin á stofur og bæði á Íslandi og fara erlendis. Það til dæmi það, allavega 3 dæmi að þau farið þá á þessum 3 árum erlendis á sumrin að vinna. Gráðan til að opna fyrir marga möguleika. Nemendur að fara í ferðamálafræði, þau hafa verið að fara í umhverfisfræði, vistfræði og náttúrulega skipulagsfræði og borgarhönnun og svo þá haldið áfram í landslagsarkitektúr í masterið.